Það er bara að kommenta þetta og ég skýt inn í. Veriði, svona já, nú erum við komin í fókus. Veriði sæl og blessuð og velkomin í topp 8 af Guilty Gear Strive á Norðurland 2026. Já! Takk kærlega fyrir! Ef við getum byrjað að fá bracketið upp á stream. Já, bracket. Því miður hefur hann time to go. Hann ætlar ekki að vera lengur með. Þannig að það er DQ, en við höldum bara áfram. Bracket. Já. I know. Ég bara, hvað finn ég eftir bracket? Já, við lifum af. Þarna er það, ok. Við erum með, þá er Valdi Kaldi, Tíó, okkar maður, kominn í Losers Quarterfinal, maður allra maður. En við erum að taka hinn Losers leikinn til að byrja með, við erum með Þór á móti Juice Kid. Þeir eru að spila saman í liði í gær í doubles. Þór er að spila Nagoriyuki, sem er svona mjög high damage karakter sem er, hann er vampíru samurai. Ok. Og hann er með dredda. Já. Og síðan er Juice Kid, hann er að spila Unika. Hún er barn, einna aðal karakterina sem kom úr framtíðinni. Ok. Þannig, byttu. Já. Þannig, Já, ok. og Nagoriyuki er nokkur 100 ára gamall og Unika er úr framtíðinni. Þannig þetta er past versus future. Þetta er past versus future. Svona eins og Fry Já, í Future. já. Ok. Ha, Erum við ekki tilbúinir? við erum tilbúinir. Nei, byttu Fry kom úr 40. Eða fræði koma framtíðinni. En við erum að byrja þetta. Við erum í Minecraft. Hell yeah. Ignore þetta. Við vorum í Minecraft á. Shoutout á Pepsi Max. Drykkur Íslands. Þeir eru ekki að borga hún eitt það. Round start hérna. Backdash og nota command dashi. Sko það sem það er að passa sig mjög mikið á hérna, hann Þór, er að fara ekki að fara varlega með þenni hérna. Þetta er blood gauge hans Nagoriyuki og ef hann fer í full blood gauge þá fer hann í transformation sem leiðir health hans bara að fara alltaf niður. Hann verður komin í 1. Það sem hvað sem mun drepa hann. En hann gerir það einungis með því að nota special moves og Þór er ekki búinn að nota special moves. En það er hann fyrir eitthvað nýr í leik, nýr þegar kemur á þessum leik, þannig að það er ekki skrítið. Juice er alveg að klára þetta og þannig að fyrsta roundið fer til Juice frekar rólegt, ekki alveg perfect, en ekki langt frá því frá. Það er ljótt. Það er, og hann nær gott poke með force slashinu, nær knockdown, er kominn með tap dust. Og hann kemst inn með air dash. Nei, nær ekki einhver vöttu kombóri, það er ekki punished. Hann punished ekki stundið, hann tók ekki sitt turn. Og burst, hann er með burst, og hann notar það þurftið, annars hefði hann dáið hann. RC nær ekki að konverta kombóið. Og þarna er það fyrsti leikurinn fer til Juice Kid. 1-0. Þetta er upp í 3. Hann þarf að vinna 2 eili viðbót. Já, full screen, nota klón, nota movie-inn. Já, maður vil ekki enn. Þetta er gott conversion. Þetta er... Hann með hann í horninu, wall break! Já. Og nú var að koma með positive bonus. Low. Hann notar ekki RC, hefði getað drippið hana. Næri því ekki. Þór er ennþá lífið, nota RC. Knockdown. Já, nær hann með Beyblade. Komið með Juice í hornið. Er þetta comeback? Nei. Nice. Nær honum með
the low. Er ekki frekar erfitt að sleppa þegar þú komið þetta í horn? Jú. Þú vilt ná honum í hornið. Þú vilt hafa þið í horninu. Þeir geta ekki farið lengra aftur. En það líka það að þú í horninu þá getur þú brotið vegginn og þú færð positive bonus sem gefur meiri supergear. Sem leiður að gera supers og að bara cancela moves. Þannig eins og þannig, RC. Hann gera hann sérstaklega plus á blokk þannig að hans turn í stað þess að Þór átti að gera. Að Þór var person got tracer. Nei, ekki converta 2K-inu. Er þetta nóg? RC! Nei, hann þarf það ekki. OTG 2-0. Juice Kid kom að fara frekar langa leið með þetta. Þór er ekki búinn að ná round held ég. Ómar í bakgrunnum. Ómar! Flott, stökkjaður Ómar minn. Hann reynir að nota 2H hans Nako sem er risa hitbar. Risastórt. Fer eiginlega full screen. Mjög gott anti-air tool. Huge damage að því. Já, nær counter-hitinu, en það er burst. RC hérna, nei! Það er ekki svona, hana. Nær pressurunum, throw, RC, nei, droppar kombóinu. Þetta hefði verið nóg til að drepa. En þarna er það. Hann er komið á set point. 1 round viðbót og Juice Kid tekur þetta. Ras. Mario fucking. Er þetta ekki maðurinn sjálfur? Þetta er kóngurinn sjálfur. Salt Keisarnum heitir í chat held ég. Er það ekki? Jú, þetta er Twitch handle held ég. Hæ Arnór. Þetta er Arnór. Þetta er kóngurinn sjálfur. Ástæðan fyrir að vera með prize pool. Held ég. Yo, let's go! Ok. Séns fyrir Þór að reyna að ná round hérna að halda sér lífandi í þessu. Gott pók. Þarf að bursta hana. Gott burst. Er það nóg? RC? Getur hann klárað þetta? Ekki nú að smá upp á. Pixel eftir hjá Þór, hann þarf að spila þetta vel en þarna er það. Nær honum með gunshot. Og það er 3-0. Clean hjá honum Juice Kid. Hann heldur áfram. Þór endar mótið í 8. sæti. Bara fínt fyrir eitthvað sem er svona nýbyrjar í leiknum. Alex búinn að koma sér vel fyrir í bakgruninu líka. Mjög kósí. Þetta var ekki slæmt tap þó að það hafi verið 3-0. Nei, þetta var ekkert svona rounds af Juice að bara valta yfir hann. Nei. En nú förum við, eigum við bara byrja á hinum winners-leiknum, ekki með mér og Ómar. Eigum við bara byrja á Magic og Aldis. Magic Aldis. Það er Magic Aldis! Minnið á það, Ha? Præsból. Minnið á það. Já, price-poolið, eins og við vorum að tala um áðan, það er 5.000 skall, skipt milli top 3 og að vinna hér, þessum leik, það guaranteed top 3, þannig að sigur hérna er guaranteed money. Öruggir peningar, allavega. Er það 5.000 í cash eða? Það er 5.000 splitta milli top 3, þannig að það er 2 og 5 fyrsta, 1 og 5 annað og 1.000 fyrir. En þú veist, þá er þetta bara í Það er bara lagt inn að þig. pening. Já, Bara lagt inn að þig. Bara beitt. Það er ekki eitthvað. Hann, Arnór bara lagði inn á, lagði ekki bara inn á þig, Valdi? Já, lagði bara inn á Valda. Og við bara, það var bara lagt beint inn á rétt þegar mótið búið. Þannig að það er bara peningar. Og það er ekki oft sem að fá peninga. Þú veist, ég vil eitthvað ekki mikið, þá þetta eru peningar. Peningar eru peningar. Þú veist. Þú veist. Fyrsta sæti borgaði Subway-pöntuna sína með þessu. Já. Við hugsaum það þannig. En við erum örugglega að fara svo... chip. Sko, Magic, hann er örugglega, ég myndi segja top 3 núna á Íslandi. Hann er búinn að, hann vann mót, vann netmót, vann mig í Grand Finals þar, vann Nýðhögg, ekki síðast þetta það síðast, á móti Dan í Grand Finals, þannig að þú veist, það er ekkert asterisk við hann sigur, það var Dan í húsinu og hann
spurning hvort hann sé á Chip eða hann á alveg nokkra karaktera. Mér sýnist að hann ætla á Chip sign-off. Sko, smá lore á Chip. Hann er fyrrum fíkniefnafíkill sem stofnaði konungsríki í Afríku byggt á Japan. Hann er frá Bandaríkjunum. Já. Ok. Það er lore hans. Já. Jam, hún með kanínu og hún á veitingastað. Kanínan er bara einhver gæi sem pullar upp á veitingastaðinn og breyttist í kanínu. Og nú bara hanga með Jam. Ok. En gameplay-wise, Speed, þetta eru tveir mjög hraðir. Þetta eru tveir mjög hraðir karakterar. Chip er hraðasti karakter í leiknum. Þú munt sjá hann hlaupa alla völlin og hægri og vinstri upp og niður. Þetta er kanínan sem var gæi sem var breyttist í kanínu. Og sko, þetta eru báðir karakterar sem eru með mjög mikið mix. Þeir vilja vera í andlendunni, þannig við erum ekki að fara að sjá eitthvað mjög mikið full screen hérna. Ég held að við séum bara að fara, þetta eru tveir rushdown karakterar, þannig þeir eru bara að fara að vera í fésuna okkur öðrum held í allan tíman. Hann að fyrsta hittið og burstið strax. Nær Thomas. Aldís að reyna ná, Thomas við náttanir. Báðir hoppinn. Ok, bæði burst farinn, snemma. Counter hit. Þetta er stórt, reipið er uppi. Þetta er wall break. Nei, droppar því. En þannig er það. Og super fyrir hard knockdown. Thomas er komin í góða stöðu hérna. Getur hann klárað fyrsta rándi hérna. Næri með seinna overheitinu, blokkar ekki bæði, gleymir seinna overheitinu. Og þarna smá poke. Og þarna fyrir fyrsta rándi til Thomas fljótt. Þetta var ekki lengi gert, en þetta er ekki tveir karakter sem lifa mjög lengi. Næ, er að ná henni? Já, þetta er svo mikið corner carry á þessum move. Já, Magic var að eyða allavega 2005 að svolítið held ég. Allavega. Ég eyddi 2-1 og ég fekk mér bara 16 sko. Og eina hálflíters PUBG Max. Djöfull er allt dýrt. Helvítis verðbólgan. Helvítis verðbólgan. En talandi verðbólguna, hún Jam, ef minnir rétt, ef mann lóri rétt, er í huge stat. Hún skuldar fólk mikið pening, þess vegna er hún aðeins öllu. Tók námslán. Nei, ég held. Og hann er ekki búinn að segja hana og er hann að fara að bursta, er hann að fara að leyfa honum að klára þetta round. Ég held að hann sé bara að spara burstið. Hann er ekki döður. Og nær að blokka. Plus. Og þarna tekur seinna roundið. Rétt svo nær þessu var við það að tapa fyrsta leik. The air low. Það er filthy að þið bættu movie þessum leik sem er airborne, sem er low í loftinu. Það er disgusting, saman hvers hægt það er. Og nær, droppar komboðinu. Þeim það er mjög burstar hana. BRC til að reyna að finna eitthvað. Nær poke full í neutral. Knockdown burst, vill ekki díla við mixið. Super, hann nær því! Og þá þetta er ekki nóg held ég. Þetta er ekki nóg, en þetta er ekki langt því frá. Og nær honum með það cross up. Þarna er fyrsti leikurinn búinn, 1-0 fyrir Thomas. Þetta er alls ekki búið. Þetta er alls ekki búið. Þeir var bara beint í næsta leik. Engar, ekki þetta fyrir casual leik, bara beint í næsta leik. Hefur aldrei spilað eitthvað mikið áður? Ég veit ekki hversu mikið aldrei hefur spilað, en lenti í þriðasæti á síðasta móti. Já. Hérna. Ég man ekki hversu langt hann fór í nethögg síðast. Ég held að hann er DQ og Redemption, ok. En hann er búinn að spila leikinn held ég eitthvað, hann er búinn að spila hann í dálítið tíma. Já. Og hann er búinn að vera á Jam eða síðan að Jam kom út held ég. Þannig nær hittir nærinn með overhead. Tekur fyrsta roundina, er að reyna að koma sér í 2-0 fórustuna. Já, nærinn með overhead, nær ekki anti-herað hana. Og counter hit. Er þetta að fara alla leið? Erum við að fara alla leið? Erum við að fara coast to coast? Nei, ekki alveg, en nær honum með meaty. Og þarna er það, wall break. Hún er ekki mikið, þetta er eitt solid combo.
Gleymir að blokka seinna overheadið. Overhead. Back throw. Ó, þetta getur verið stórt. Þetta breytir öllu. Back throw incident eins og það er oft kallað. En er þetta búið? Er hann með þetta? Nei. Blokk. 2-0 fyrir Tómas. Meistarinn er kominn með 1 fót í Winners Final. Getur hann klárað þetta núna? Það er Aldís að fara að koma með eitthvað. Takk kærlega Alex minn. Gaman að heyra að þú ert að horfa á okkur frá London. Já, Aldís er að spila vel. Eins og ég sagði, Magic er einn af bestu á landinu. Þannig að það er engin skömm að vera að tapa turnúrina. Það er engin skömm. Já, það var ekki langt síðan að við sáum hann vinna mót bara akkurat hér. Það er ekki langt síðan og hann vann ekki þannig stór, hann vann ekki Jötunheim, en hann var í topp 8 í Jötunheim. Það var eitthvað stutt eftir það sem hann alvöru committaði að sé. En hann hefur unnið í þetta. Það er sá mánaðarlega stóri, það sem öll skrýmslið fyrir sunnan mæta. Þannig að... Nær ekki að punisha burstið! Þetta er síðasta hit! Oj! Þetta var næstum því. Og núna er Magic kominn á set point. Counter hit. Overhead. Gold blocks. Nær honum þarna með the side switch. Counter hit. Ítir á eitthvað. Og wall break hérna. Nú er Aldís í vandræðum. Þetta er síðasta hit hérna. Setur upp reipið, reynir, en Alex er mjög aggressífur, kemst inn, nær hittinu. Setur upp reipið, droppar komboið. Það er overhead, heldur pressurinn áfram. Nær double jump, reyna double jump á þarna. 6P til að koma sér út úr þessu. Er komið með burst ef hann verður hittur á einhverju. RC. YRC burstar út úr því. Og hann nær hittinu! Getur hann klárað þetta? Ef hann droppar ekki þá er þetta komið. Hann heldur sér á lífi. Hann heldur sér á lífi. Þvílíkt komba. Þetta leit illa út hann í nokkra sekundur en hann nær að snúa sig við. Kemur og núna þarf hann að reyna að klára þetta. Það getur verið svona leiðilegt að reyna að hitta chip þegar hann upp á reipinu. Og næra með lóinu, burstar út. Maður þarf líka að muna hversu mikilvægt burstið í svona matchup þegar þú ert með svona lítið health. Þarft að vera vissum og sért að bursta á réttum tíma. Nær back throw. Hvað er pressure í hana? Overhead! Þetta er wall break hana. Og nú er neutral, positive bonus. BRC til að reyna að ná einhverju. Er ekki ít á neitt. Droppar kombo, nær ekki hvað fyrir af er hittinu. Og throw, þetta er ekki alveg nóg, en er OTN. Vantar 1 hitti viðbót. Hann aldrei sér með burst, þannig að með lífinu og hann nær. 2-1. Hann á lífi. 2-1. Þetta er sería. Þetta er eins og satt í körfunni. Þetta er orðin sería. Og núna fyrsta hitti til Aldís hann kominn smá momentum hérna. Getur hann haldið þess áfram. Command grab. Hvað? Overhead. Burstið beitar burstið. Og Punisher hér. Er þetta super? Já. Og núna hann enn og aftur kominn í erfiða stöðu hérna. Magic ekkert að hæga á sér eftir að droppa þessum leik 3. Droppar komboið samt. Overhead. Og beitar throwið. Og nú hann kominn aftur á set point. Winners Finals point. Hva? Já, þetta perið. Fær neitt ekki neitt fyrir perið hana. President Clone, plus frames. Rekka, kemur sér inn. Nær lóinu. RC. Double overhead! Hann airdashar fyrir overheadið og hann beitar burst! En hann wallbreakar og snemma til að geta drepið hann. En hann
Hann er ekki með burst lengur, þarna er það. Magic er komin í Winners Finals. Vel spilað hjá Aldís. Ótrúlega vel spilað. En nú þarf ég yfirgefa þið, Birkir minn. Og ykkur þarf að koma og taka yfir þessu. Tómas, þú veist eitthvað leikinn. Ég hef Ómar. Já, ég er ekki stæðið. Þú ert að gera technical shit og ég ætla að hætta með henn. Erum við mjútaðir? Nei, nú ekki lengur. Geggjað, heyrðu. Jules Kid, Thomas. a.k.a. Magic, Já. komnir á Koms fyrir fyrsta leikinn á Winnerside top 8. Er þetta ekki þinna? Nei. Aldís. Já, þú veist. Erst þú einið keyboard spilarinn hérna fyrir utan, já, Time to Go líka. Já. Ég bara einhvern veginn byrjaði að klikla bara þig. Já, algjörlega. Ég hef spilað mjög lítið af bárdækleikin, en ég var vanur því að spila á controller, svo ég bara fór strax í það. Já. Ég var að hugsa um að skipta á einum punkti af því að ég var að tala um að spila Sato. Af því að mér varst hann ógeðslega cool. Hann er mjög cool, en ég er erfiður. Ég er svo spenntur að horfa á þetta set. Ég er ándjóks. Alferð er á skjánum og þú veist, Abba er miklu meira cool en whatever. Nei, þetta... Það var jam-spilarinn, rétt á hann. Ég var ekki að lýsa þeim leik. Ég fæ ekki að lýsa jam-leikum. Við fáum overhead view af Birkir. Fyrir Hérna hendum við okkur inn í fyrsta leik af Super MS á móti Ómar. Ég veit ekki mikið. Já, ég veit það ekki hafa það, en Ómar er strax. Ég held að þetta verður bara wallbreak. Oh my god. Ég veit ekkert hvernig mikið Ómar og Super MS spila á móti fyrir þeim. Nei, ég held ég hafi ekki séð á spila. Ég á það að vera synda fyrir, sko. Þetta er mix-up. Mjög pyrrandi. Brutal mix-up. Ó, hann er búinn að nota burst þarna. Gott grab inn í hornið. Þetta er bara huge. Ó nei, hann fær burstið en hann tapar Jealousy Gauge. Ég hefur engan meter fyrir Jealousy. En þetta dashing getur verið pyrrandi í þessari. En high-low-inu, en blokkar það. Heldur áfram, finnir grabs, er komið með hann í corner pressure. Ó, það whiffar! Oh my god! Og hann fær reversalið. Ég held að hann gæti actually Tekið leikinn hérna og hann fær wallbreakið! ekki nóg. Og það er ekki nóg! Það er of mikið scaling. Þannig að pasta pannir svo. Ó, hann reynir. Throw clash. Ó! Ómar tekur fyrsta roundið. Og 2K. Ok, bara Strax komið Jealousy Gauge. Fær hann wallbreak hérna. Wallbreak. Big damage til að byrja með. Ég held að mynd bara missa samt Jealous. Hann missa alveg, já. Ó. Og maður ekki annars að þessi dashi. Nei. Ég myndi heyri það frá Super MS, þau eru super punishable. Já, maður getur bara on-react. Grappa það. Gefa bara næst. Já, það er næst. Úf, og hann tekur round 2 með perfect. Perfect. Og maður bara hleypur upp. Super MS gerir ekkert í því. Double overhead. Sem hann skilja. Og finnur grabið. Þetta getur núna bara fengið líka frættir með throws. Já. Wallbreak, annars stálar. Key grab. Key grab. Nýtir aftur. Ok. Já, unnið. Reynir að spurspita en... Erum við að fara að sjá annað perfect frá Super MS? Nei.
Nei. Ah. En ok, Almar tekur fyrstu. Og Supermass tekur game 1. Fikk fyrsta leik. En það er samt alveg ábyggilega close leik að segja. Já, algjörlega. Hvað er í gangi? Ég syngi eitthvað hérna. Þeir eru að komast inn í flow state, maður. Fengum við tíminn Oh my god. Kíkir að brett lengur plus en hún rétt. Hvað er í fokkanum er í gangi, bro? Lock in, bro, lock in! Þú ert að vera fucking kukkaður! Ég er bara að kommentata maður. Ómar, þú droppir. En þetta ætti að vera langur. Jöp. Nice Ómar. Hei, hvað meikir? Einasti. Já, gott er hann hjá Ómari. Hann er með fyrst líka. Já, þetta við smá hóll fyrir Supermass að klifra upp. Okkur grafinu. Nei. Svo að tala um aðkynnsið. Já. Stór hit hérna. Þeir eru bara komin með burst en... Supermass ákvæm. Þannig að gæti ekki fyrst. Þessi mix-ups. Oh my god. Who's jealous rage? Kom með hann hjálpni, en hann gott 6p að finna hægt. Nice. Hann nota super! Bíti super. Er þetta kill? Nei, Nei, þetta er ekki kill. það er mikið scaling. Já, Bara taka allt damage sem hann getur. algjörlega. Aftur og clash. Það má þessi eina hitti. Hann bara haldir á pressinu sinni, gott jump in og hlóið tekur það. Og tekur það bara með 2-0 í rounds. Ok, það var alveg ég convincing, ég segi Ómari. Já, algjörlega. Já, kom game 3. Þeir hefði þetta dash-upinu. Strax búin að eyða burst. Og hann náði burst. Mix-up, get crazy. Sjá þetta anti-state og hann fær keygrabbi líka. Roman cancel. Annað keygrab, hann er með full jealousy. Nota nýtirinn, full nýtir. Og wallbreakið. Þetta er virkilega góð staða fyrir Supermass. Já, þetta er við stað fyrir Ómar. Finnur roundið með close slash. Ómar er með meiri burst. Já. Svo komið í hortinu. Hann gerði það er ekki kantur að segja. Og hann hægir overheadinu með JD. Bara ákveður að halda veginn þess að halda pressinu. Hann er bara að halda áfram að rísa veginn pressinu sínu. Superarms búin út. Nei, þrjú. Og komin í jealousy. Fyrir einstað. Þessi pressa er super. Þetta er ekki. Þeir jealousy. Hann fyrir. Förstar, en það er búin mjög sem. Er þetta ekki punch? Jú, núna líka sem stöggst á annan stað í Demsreiks, það er 10 frames. Já, en... Hann hefur bara kíkir að byrja, Ómar getur bara tekið þetta. Nei. Flottist defense! Hann finnur lóið! Tapar rándinu þegar hann vippar kíkrafinu. En það er bara til að vera. Ómar byrjaði þetta með að koma í hortinu. Sjá, hann er ekki farin í installum. Er bara að reyna. Kíkraf. Big damage. Ok, Úff! er kíkraf. Þetta var svo sick. Þetta er optimal núna. Fá betra úti. Já. Ok, bara byrja. Heyrðu þetta, ég mann hvað það nú heitir en samt skeri með að bara enda með þetta er bara Og þarna finnur hann
Okkar burstið. Ég held að hann bara Og tekur settið 3-0 Super MS komin áfram. meinar við. Ó nei, sorry. What do you mean? My bad bro, my bad. Ómar blokkinn. Við verðum að hætta að tala við spila á hana. Af hverju notaðu ekki hitt? Þetta er svo... Þetta ætti bara að vera free ball break. Óf. Ok, alveg top damage. Og farin úr Jealous Rage. Komum með smá pressu hérna. 50-50. Ok. Mixer. Bara haldir áfram með 2K2Ds. Ú. Finnur tígraf hana. Hálfa mikið Jealous Rage. Ok, Goldberg saman. Það ætti að vera klárað þetta. Ó. Og hann tekur það. Ok. Super MS með næstu í komum með burst. Hann hoppar yfir hann! Þetta getur verið stórt! Þetta var svo sick! Hoppar yfir Dansai með Oh my god! insane, holy shit. Finnur það ekki. Ég held hann vinnur með þetta. Já, tekið. Viðst hann ekki. Hann súpar ekki. Hann súparaði ekki með pixel of HP eftir. Getur Super MS fundið þetta? Hann getur eitthvað að chippa hann út með, já, Oh. Og við fáum Game 5! Game 5. Ok. Wow, ég veit ekkert hvernig þessi Game 5 er að fara. Það mun vera smá crazy. Oh, blá! Ok, insane combo. Það heldur á hennum í veginn hérna. Við, ok. Oh, fær wallbreak. Það verður líka 100 míter. Ok, það brúar sér áfram. Já, Ómar getur núna bara, já, chillað. Ok, hann er búinn að vinna þetta round. Virðist þannig. Hann tekur það með wallbreakinu. Super MS komin, Ómar komin á match point hérna. Hvað Super MS getur gert. Ok, hann burstar. Smá crash hérna. Það er samt ekki að fá þessi moments til þess að geta farið í Jealousy. Nei. Bara Ómar, control, chilla, blokka, ekki leiða hann að gera neitt. Býð eftir sín turnu og taka það svo. Það er eiginlega það sem ég þarf bara að gera. Counter it 2H, en fær ekki úr því. Hann er næstu í komið. Ok, Og finnur grabið. þetta er combo grab. Super MS finnur sitt eigið grab. Og komin í Jealousy. Þetta er huge hit. Þetta getur... hann droppar komboð. Hann finnur annar wallbreak. Hann finnur Super. Og er þetta roundið? Þetta er 100% roundið. I don't know. Ok, báðir á game point. Get 2 lósir. Það er ekki að Super MS að gera neitt. Ég held hann, ok, grabbar. Heldur bara pressun áfram. Var það... Þetta var deflect síðan þannig. Damn. Ómar bara Heldur burstinu sínu. Áhugaður play og nota bara þarna. Super MS með full meters, það er svona hættulegt. Fer inn í það með keygrab. Þetta er scary. Þetta er svo scary sagði. Hann hoppaði yfir það aftur með sprenginni. En hann er... Þetta er svo scary mix. Og hann tekur það. Super MS tekur það með Game 5. Þetta var insane. Þetta var bilað sett. Fáum replay á þessu. Já, þetta mix-up er insane. Gæs. Þetta var svo sick. Þegar komin hérna.
Shit, maður. Já, spurning, hvaða leikur er næst? Örgulega Valdimar og... Nei, er það ég? Er það þú? Ég og Alex, eða ekki? Jú, ég og Alex. Já, Ok. þú og Alex. Eða býðu. Já. Ég og Alex og síðan Arnar og Valdi. Já. Eða kannski á... Nei, ég skal... Já. Þá er það Juice Kid og Aldis. Vill að Hver er þetta? Er þetta Winners Finals andstæðingurum minn? Holy shit, hvað þetta var. þetta var intense. Ég var þannig að, ég sagði hann, ok, ég hugsaði bara, ef ég næðum að blokka close slash, þá ætla ég að gera IAD cross-up. Það eru mjög fáir sem consistently blokka það. Af því að það gerir enginn á high level, þetta er ekki high level ab attack. Þetta er, ég hef aldrei séð actual like high level ab að gera þetta, þú veist pro level ab. Ekki þeir séu til lengur. Tiger Pop er byrjað að spila Jacko. Tiger er að spila Jacko. Alltaf ennfrá að spila Chaos og eitthvað ABA, held ég, en er mestalegi fókus á Jacko núna. Jacko er fun. Ég er að plana að pick up Jacko, sko, en ég er bara Jacko. Jacko er svona, hún tekur meira en bara, þú veist, labbing. Já. Hún tekur game experience, því það er svona með specific situations þar svona að vera eitthvað að fikta í og... Því að hún hefur þetta shield minions. Já, þú veist, það eru minions, þú veist, til dæmis, ef það sem þú keppa við FD þig, þá ertu í stöðu að þú ert að, nú er ég öðru spacing og þá er það þetta, ekki, það er svo mikið spacing dependent. Og einu leið til að læra það er bara að spila fokk mikið af leikinn. Guð. Það er langt síðan ég spila alveg gott tournament set, sko. Nei, við í Network, Winners Finals, það fór í 5. Já, það fór í 5. Það var insane. Það var, en í persóna, langt síðan ég spila gott set í persóna, sko. Alvöru, þú veist, eitthvað sem back and forth. Já. Líka, ég þurfti að koma með mitt clutch gear, sko. Ég man, nei, sko, það er alltaf svona, alltaf þegar ég er við það að tapa, þá er fyrst sem ég hugsa, ok, ég hef engu að tapa. Ég man, það var því ég tók að Egil á Jötunheim. Hann fór 2-1 yfir, og ég sagði, ok, þetta er líf. Ég ætla bara að spila eins og ég sé búinn að tapa. Og því að ef maður því að þá bara spila ég rólegur, og ég náði því, og... Hæ Ómar! Hæ. Hættu að vera framma. Nei, ég er að fanga hann. En við erum að fara inn í næsta Losers Quarters. Juice á móti Aldis. Ég veit ekki hvað sem, ég veit að það spila ótrúlega mikið á móti hverjum í Smash. Ég veit ekkert með þetta. Ég veit ekki mikið út ekki. Já. Maður þarf alltaf að hafa eitthvað svona skriðsögulega til að læra. Það hjálpar alltaf. Í raun og veru eina sem Sena þarf til að vera góð eru tveir motherfuckers sem vilja alls ekki tapa móti hverjum. Ég held að á annarkvort Big Bird eða Angry Bird, það er sviparspilarinn sem sagði það. Svo bara eina sem Sena þarf er tvær mannskjur sem vilja alls ekki tapa móti hverjum og þeir neyðarkomna til að vera betri. Og þá dregst restina sinninu með. Til dæmis levelið hérna við Guilty Gear Íslandi fór upp svo mikið þegar Dan byrjaði að keppa. Við neyddumst til þess. Ég horfði sinnum á top 8 footage frá því fyrir að Dan keppti ég bara svona. Er þetta sama manneskjönu? Ég var að keppa við daginn og bara það er stórmöður. Það var byrjun síðasta veturs. Ekki þess vetur, ekki höst. Það var frá 24. Ég var fyrsta fornáláta. Hvað var það leið? Já, það var bara mjög stuttar. Já. Það var, ég tapaði á mótunum 3-0 í fyrsta fornáláta. En, talandi að tapa, Juice tapar fyrsta rándinu á móti Aldis. Glæsilegt segway, þegar ég segi sjálfur. Já, þetta var W. En, sko, þetta er fyrir karakter, ég verð að veikja mig, ég bara veit ekki mjög Unika, því að enginn spila Unika. Enginn spila Unika vel. Halló. Ég er bara að náðu til að spila ekki chip bara Unika þegar ég er að koma í hausnum. Nei, sko, það er engin svona high level, top level Unika. Allavega var ekki þegar síðast ekki sem ég veit á.
og Jam er auðvitað mjög ný og hún hefur unnið eitthvað online í mót. Ég held hún vann TNS, held ég. Hún samt ekki alveg 100 á því, en consensus opinion virðist vera að Jam sé góð. Og, hérna tekur hann nær þetta jafna, já. En það er svona, það er spurning, þú veist, hversu góð, þeir eru þetta, þú veist, það er alltaf svona til að byrja. Wow, þetta command dash er svo, það er svo sneaky. Ég veit ekki alveg hvað Charles dust. Ekki með komboðu hreinu. Dust combo samt, en taka damage. Kemur sér inn, nær backdashinu. Og er þetta nóg? Já, RC, ef hann droppar ekki, já. Þetta er fyrsti leikurinn fyrir til Aldis. Aldis er player 2. Ha? Ég er búinn að læra á þetta. Mankind, new thing. Ekki annars. Ég vil boska yfir annars. Ég bara held að Juice get veik. Ég vil ekki bíða vel við mix-upin. Sko það sem Juice talaði um er að hann líka sem helsta veikleikur sem ég held að 99% manni skildi sér rétt. Því að málið vörn held ég bara yfir höfuð oftast miklu erfiðara en offense. Því að vörn miklu erfiðara að koma með eitthvað svona alvöru flowchart. Þú veist, í sókn þá veistu, þú veist, ok, eftir þau blokka close, stundum ef þú gerður svo og blokka close slash, það er nokkur options. Ég veit hvað options eru. En ef þú spila góðverk, þá þarf þetta öll optionin hjá öllum karakterum og þú þarf að vita hvað defensive option virka ekki hverju, giska hvað þú ert að gera, lesa í spacing, það sem miklu meira sem er í gangi í defense en í vörn en í sókn. Þannig að þetta er bara svona, það er mjög, þú veist, vörn miklu meira bara blokk. Þetta airlow getur við að blokka það. RC wall flat og kominn í positive. Bara mjög slaka stöðu. Síðan er spurning. Ég hef ekki séð þetta notað í móti. Counterblades use. Takk í skot fyrir hvað skilur þetta nota counterblades. Þú myndir vera svo blá edru. Ég verð edru sko. Og er Nixius hægt að steyla? Já. Nixius er komin að Venom. Ég sá hann bara spila Venom, en ég veist ekki hann var hægt að steyla. Ég vil tómur í Winners Final, sagði aftur. Hann var ekki sáttur að ég þarf ekki. Djörf þetta klótt. Flottu strákunum mínu, segir Chief. Takk fyrir Chief. Takk hérlega. En nú Juice með bursti hana, en það er að bursta! Já, hann gerir það. Það er ekki betur. Stór counter hit. Droppa kombónu. Þetta hefði verið stórt en að það verkaðist. Nei, ekki meaty. Counter hit! Burst. Nú með burst. Fær ekki að nota byssuna puffball. Þetta er svo gott nútsuskinn. Já, ég er búinn að það. Valdimar með á hreinu. Með allt á hreinu Valdimar okkar. Erfitt bara með jams. Ég er að reyna að ná honum með forslæsina, en það er kannski rétt í þetta reynsu. Eitt hittir við bótt og þá er fyrsta randu komið. Eitt conversion. Nei, droppar í. Það er pixel og það er lowið. When in doubt, airborne low. Það sem við vorum svo voða lítið af Aldís að ná einhverjum stocks inn með Jam. Við vorum búin að það voða lítið af það. Eða burstið hann aftur til að gera var að slæma stöðu. Nær ekki. Og þarna er það 3-0 og Aldís heldur áfram. Ég hef tekið eftir. Það
Það er svo erfitt að wallbreaka með jam eftir að það wallbreaka með þessu Já. kicki. Já. Maður þarf... Þú getur eiginlega bara frame perfect. Vissu hvað er að wallbreaka með? Keygrab! Það er einu rándi út af þeim, en það var sleikin, þetta er svo væl. Já, hvað er... En það var 3-0, það er 3-0 og bara vel spilað hjá Juice Kid. Norðurlandið heldur áfram sama hvað. Og eins og allir vita er það eina sem skiptir máli hér, Norðurlandið. En þeir eru á Norðurland. Ég held að Ómar og Valdi Kaldi er næstir. Erum við næstir, strax? Já. Er það engur? Það er engur. Ok, það er trú. Ég til það. Það er þá Ómar og Valdi Kaldi, það er... Já, Ég skal setja þetta upp. Nei, ok, þetta, ég veit ekki hvernig þetta. Hvað er þetta að gera? Ég ætla bara að segja... Ég er að setja upp audio í hátalarna. Já. Veistu, það spurt okkur, það spurt á hann, af hverju við vitum ekki heyrnartólunum. Mér finnst bara eiginlega, ef ég er ekki að spila, þú veist, á Discord eitthvað, þá er ég eiginlega aldrei með heyrnartóla. Ég veit það ekki, mér finnst það þægilega að spila, þú veist, bara á þess að hafa snúru eitthvað hérna dangling á mér. Já, Það er svona, mér finnst það þægilegra. ég veit ekki, mér finnst bara gott að... Já, hvað er það músikum? Ég bara veist að ég nota Axmo. Nei, veitu, hvernig verður það? Rísa. Valdimar, Ég kann að rísa. það er... Nei, þú veist, það er bara mjög lágt. Það er bara hægt að gera þetta. Ég er bara ekki að fasta bara. Þetta er sterk rétt. Hækkaði það bara í botnum. Við erum með, og ég var að muna, fatta, við erum með Elfeld, mér er. Það eru svona, allir Elfeld spilarar deila einni heilasölu. Það er spurning hver fær hann í þetta skiptið. Verður það Ómar eða Valdi? Og í raun og veru, ég held þú tapir ef þú fær heilasöluna. Þetta er dálítið brain dead karakter. Mér finnst gaman að spila Elfeld, en hún er brain dead karakter. Já, Það er Rekka, Rinse, Repeat. en samt er hann aðeins öðru í sig. Já, en hún er ekki, hefur aldrei verið þú veist mest komplex, eitthvað svona. Hún er með gameplan, hún er með set in stone gameplan sem þú vilt fylgja. Þú vilt, hún vinnur með því að láta þig blokka. Já, Það eru svona, ég held að var hann Lord Knight, Gaten Unk, Lord Nightmare. The Unk to end all Unks. Hann talaði karaktera sem vinna með því að hitta þig og karaktera sem vinna með því að láta þig blokka. Og ég myndi alveg segja að Alfred sé algjörlega karaktera sem vinna með því að láta þig blokka. Því að þegar hún kemur að blokka, þá kemur þú þig í rekka 50-50. Já, Ég myndi segja chip. Já, reyndar, ég kann ekki að fara fullscreen hérna. Nú er ég vandræðan. þið farið eitthvað í transition. Hanna. Þarna. Það er ekki að, já. Ó, ég get verið stringurinn. En það er svona... Myndið þú segja að chip vinnur með því að láta þig blokka eða hitta þig? I'm still got it! Ertu svona, yes, þeir blokkuðu mig. Nú er ég komin í win conditionu mitt. Nei, Þar maður svona fyrsta hittið. maður þarf vel að fá hittið. Sko, Abba var mjög mikið vinna með því að láta þig blokka. En það sem gerist þessi spil, specifically er Jealous Rage decreases sem hún byrja með. Hvað lítið hún byrja með. Hversu viðkvæm hún getur verið þegar hún er í neutral og er að renna út. Já, ég er ekki framsóknar, ég fekk þetta bara það sem ég elska á 17 kosningar er maður kýsir eitthvað flokk sem maður styður ekki af því að maður býr á Blönduósi og það eru 2 flokkar, 3 í frambóði, 3 listar eða eitthvað og þeir vita allir að maður kjósa sig, þannig gefa manni bara shit. Já. Ég fekk bara mér vantaði sólgleru, nú er bara að vera eitthvað framsókn, getur við pólað upp commentary cam, real quick. Bara Nei, þetta er sama shit með sveitakostningar í mér, sko. Ert þú í EF-fyrir líka? Nei, ég er í þingæðasveit. Gerir aftur á þig.
Ég og Valdimar erum í Þingeyjarsveit. Þingeyjarsveit. Yes. Hvað, Activate og deactivate. Yep. nei sko, þetta er skemmtilegt, þetta er svona, í svona litlu sveitafélagum byrjar hlutir að gerast af því að þeir reyna að láta maður kjósa. Það gerist ekki neitt, síðan aftur svona 50 viðburður á 10 dögum, Já. af því allir flokkarnir vilja atkvæða manns. Og þeir vilja koma þér, gefa þér mat eða hvernig, hafa pubquiz og síðan eftir pubquiz svona smá umræður pólitík og þetta er alltaf sömu markmiðin, bara mismunandi leið til að komast að henni. Eins og hvernig sjálfs, ég man ekki hvað flokkurinn heitir. En þau voru að bjóða upp á fríar pítsur og fyrir krakka í vaffum. Já, það er svona mjög mikið Bara svona reyna sem að kaupa gerist. okkur, sko. Já, það er bara pólitíkin. En við erum komin í aðeins meiri pólitíksmál. Það er Elfeld brain dead egg? Þetta er heitar umræðefni en öll pólitík á Íslandi, sko. Nei, ég held að það var samþykkt af öllum Elfeld players fyrir svona 10 árum. Hún var mjög brain dead líka í Exert, sko. Hún var með Blockables. Hún var með hann. She did. Og hún var toxic. Þetta er ekki allan að eitthvað brain að það gera það. Já, það tók allt eitthvað meira brain power í Exert en það tekur í Gildikistum. Það er svo. Og hérna, Ómar með fyrsta opnuna. Sko, á blaði þá er þetta Ómar. Hann er með meiri reynslu, hann er búinn að vera besti Elfeld á Íslandi í veit ég langt tíma. Það var eini Elfeld, held ég, áður en Valur byrjaði að spila. Það var allavega eini sem mætt. Nær RC með þrónu hana. Kemur hún niður og það þarf meira fyrsti rándið fyrir til Ómar. Já, þeir reyndar fóru. Ok. Það er alveg. Ómar sagði mér að hann var inn að sýna Valdimar fyrir Miðjusett. en hann var bara fokkaði með. En Valdimar samt alveg miklu verið. Já, og ég er bara að vona sem Norðurlandamaður að sem landsbyggðarmaður að Norðurlandi bara stígu upp og ég ætla bara að taka ykkur alla í herbúð. Represent! Já, neitt sko, það er, ég ætla bara að segja, það er mikilvægast af öllu. Það er miklu mikilvægara að vera aðstofa fólk að komast inn í leikinu og vera eitthvað, þú veist, best. Það er miklu betur fyrir communityið að hafa eitthvað sem er svona, og bara hrósa á alla sem hafa, þú veist, til og með fyrir mig, svona Chief svona tók mig aðeins undir vangi sem. Gemmi. Og hann svona, og það, ég væri ekki svona góður og þegar ég var að spila minni besta án þess að hafa Chief bara til að lemja mig í svona 3 mánuði. Þá til ég byrjaði að vinna. Þannig að það er mikilvægt að hafa einhver svona æfingarpartner, sérstaklega þegar það er eitthvað sem spyrir karakterinn mann og geta sýnt manni, þú veist, nei, þú getur gert það þegar. Til dæmis ef þú myndir fyrir að spila ABBA á Íslandi, þannig ég myndi ekki vera svona, nei, ég er eini góði ABBA. Nei, ég myndi bara, já, please, verður betur ég. Því að þú veist, þetta er knowledge sem maður fær við að spila karakterinn, að kunna punisha þessu. Ég kann að punisha þessu með ABBA 2S, en þetta er unique. Ég var að æfa fyrst þetta Elfeld-match, þetta Ómar rústaði mér þegar ég byrjaði. Þá reyndi ég að gera þetta, ég reyndi að æfa reaction, jump, og bara throw. Síðan fattaði ég, ég er með 2S. Já, Það er svona, það er örugglega, já það er best in class, overhead, svona yfir, þrótt. Og hérna erum við að koma í wall break. Let's go, Unk, segja allir í salnum. He still got it! Unk still got it! Samt er Ómar eldri en Valdi, við skulum ekki hugsa það. Ok, frekar jafnt þetta. Valdimar samt meiri myndir. Ómar er með burst. En maður vill ekki nota burstina, maður vill seifa það. Hann er það. Hann er það 2-0. Ómar. Og við erum fyrir karakter í dag. Erum við að skipta um karakter eða erum við að skipta um Fara í Slayer. Lucy? Umdeildur karakter, bara hún sé í leiknum. Flestir bara gleyma það mér. Já, það var mjög controversial svona þegar hún var announced.
Það var svona mjög skipta skoðanir sem gleymdi fólk henni til. Já. En hún er með cool stuff, hún er með hana hún er með hackið, hún getur hakkað þig. Hún er með mjög mikið range. Já, Valdir að spila Lucy. Ég veit ekki hversu... Þessi, já, einmitt. Maður spilaði ekki mikið á mótin eftir hún var eldri en vika. Já. Svona viku eftir release, já, eins og þannig að business-skotin fara yfir crouching. Það er bara krasa... Það er, en, á það er wallbreakina. Nei, það er ekki okkur. Gerðu það svona deactivate og activate. Samkvæmt að laga. Nei, það er bara skjávarpinn. Það er skjávarp á vandamál. Og við erum með hackið á. Og maður er að reyna að klára þetta. Koma sér í setpoint. Þessu hvað væri hægt, ef við myndum sjá það super eða þannig að sem bara þegar þú drefur. Það er samt full nýpist að það. Er það 100? Já, það er 100 attention. Sérsku mig, ég veit hvað þessi karakter er að spila en ég gleymdi að það er 100 attention. En þetta var insane Punisher Goldburst þannig að Já. það er varla Punisher Goldburst. Mjög skrítið að gera svona. En þau sem eru heima við að horfa á stream, þau sjá hvað er í gangi og þau sjá að Ómar er með allan momentum með sér. Valdi með burst. Nei, þá var ég öfugt. Ég hélt að Ómar væri að lemja hann. Ég rugglaðist. Það er samt að gera orð með gun sem er ekki mjög Það er svona, kannski sýnir reynsluna karakterinum Lucy mjög nær crossupinu. Og líka þannig counter hit. Og ég held að þetta sé komið og þetta ætti að vera nóg með wall break. Og þarna er það 3-0. Vel spilað hjá báðum. Gott það. Nú þurfum við að reyna að finna út hvað er að með skjávarpan. Þannig að gæti verið að verði smá... Ég ætla að hoppa crossið allan. Já. Gæti verið að verði smá pása á meðan við býðum eftir það. Það er bara ekkert að vera 50. Ég reyndi að deactivate og reactivate. Þú tókst þetta. Þú ert komin í loser semis. Ekki? Jú, loser semis. That's pretty good. Já, það er... Það er hvað þá, Juice Kid? Það er... Nei, það er Aldis. Nei, Aldis. Þú Aldis var Aldis. Þú Aldis. Og síðan... Jam, Kurotaberi. Jam. Ég er ekki spennt fyrir hana. Nú. Ég er ekki fan. Ertu ekki fan? Nei. Finnst þér ekki gaman að móta spil? Það er svona tala sem ennfall player, sko. Ég hélt myndi að vera right up your alley, Ómar. Design-wise. Já. Ég gæti östu, dóttu út. Já. Ok. Við... Nei, tjóma. Ég er alltaf svona frjósa mynda hann. Frjósa mynda hann alltaf í hversu sem eru komin í handstofu. Við erum að vinna, það er verið að vinna í að laga setupið og það virðist vera komið í lag. Mér finnst þetta gott. Þannig eru við. Hjórist, þetta eru við! Sagði hann Uncam. Nei, ég heldur að það tala um Valda. Uncle Carrie. Uncarry. Þetta er Uncarry. Þetta er líka alveg svona Uncam. Ok. Þú finnst alltaf minni haus en ég. Ég er með smá minni. Ég er með Er þið taka eftir? Ég er með smá lítið, sko. Ég er með big ass haus. Ég er með... Þetta er alveg... Þú ert með smá sassy attitude. Þú ert smá með sassy Ekki sem attitude. ég veit það, sko. Þetta er... Við spila Valdi, by the way. Stóðstu vel. Ángriðs. Það finnst þetta einhverjum bare Lucy post var quick. Lucy. Nei, sko, þetta gerist. Já, ég vil langa bara hendi eitthvað variety. Já, ég fíla að pulla Lucy inn að. Satt að svona... Sást aðeins og varst í alveg mjög reyndur á henni? Nei, ég var bara með eitt kombo sem Já, það eftir að... Ég var búinn að scrappa. Juice, það var 3-0, eða ekki, jú. Valdi, manstu hvort að top 8 best er í Endurborg? Já, samkvæmt dagskránin á start, eða? Reyni, eins og gamall Rútur. Ég var gasalegur, tvítugur, drengur mér. Gekkja sound, allir í feeling. Já, vonst þú ekki 3-0?
Pítan. Alltaf fresh. Þetta spónum. SS pilsur, gott að smakka SS pilsur, gott að smakka, já. Sjálfstæður réttur alla. Hæ. Erum við að spila? Ég að spila? Er ég að spila? Erum við að fara núna í þá? Er það hashtag réttur? Er það hashtag? Er það hashtag confirmed? Hashtag confirmed. Það var að ringja mig. Jó, tjekkið mullettið maður á manninum. Halló? Ekki horfa á hina liðina, horfa á þessa lið. Já. Það er mamma þín. Afsakið mig. Er verkmenntaskólinn skólinn sem er hjá sundlauginni eða fyrir ofan? Ofan. Fyrir ofan. Valdi, fara aftur commentary game, real quick. Ok, ég er að fara að keppa. Mullettið. Hann skellt á mig. Tjekkaðu mullettið, það er rockin í það. Crazy mullet. Þetta er ég, Ómar. Ómar! Blessaður Ómar minn! Hæ Ómar! The rooms is up. Nei, þetta var Tómas. Ég hata Tómas. Ég hata struppa. Eru þið ekki spenntir að horfa á Jam og Elfeld? Nei, sko, ok. Þetta er matchup sem ég bara veit alls ekki neitt um. En Ómar er ekki spenntur fyrir því. Nei, hljómar ekkert eitthvað rosalega gott, sko. Jam er pirrandi. Ég veit ekki, það er engin annar leið. Alltaf sem marga er súpa. En sko, maður þarf eiginlega, maður þarf svona, ég þarf eiginlega að æfa þetta matchup til að fatta hvort ég hati eða ekki. Ég hafði meira reynslu til að fatta, ég var ekki að spila út á prófum þegar hún kom út. Ef ég minnir rétt, mér minnir það var aftan, já, það var svona kring prófin sem hún kom út. Þannig að ég er ekki búinn að læra hvort ég þola ekki. Ég ætla að reyna að telja hvað sem er gaman að spila með. Við spilum með Ram, Soul, já. Finnst þið gaman að spila Já, með Ram? mér finnst gaman að spila með Ram. That's a kiss. Mér finnst gaman að spila með Soul Bad Guy. Mér finnst gaman að spila með Slayer. Mér finnst gaman að spila móti... Ég myndi að segja að það er gaman að spila móti Chip. Mér finnst gaman að spila móti Bridget. En við erum að byrja hérna. Ég ætla að búin að Bridget aftur. Nei! Það er audio! Nær Champin og nær búinu mín kórnir. Það er först að koma sér. Þetta slætar inn í DM-in. Hann sendir hey í Instagram DMs. Og hann er með, held ég, næstu í 100 attention. Já, næstu. Hann er ekki langt úr svo. Þeir eru báðir mjög mikið nýtja til að vinna með. Og þar kemur RC, nota það. En þetta gerir ekki mikið damage til PRC. Ó, droppar! 6B hann var með mýta, hefði getað dreipið hana. Gerir ekki er ekki super hans á P en er á P. Ég minnir það. Kannski var þetta drop. Kannski var þetta misinputið, held ég. Þeir eru að gerast 2K. Gott 6P. Hún fær líka mjög solid promotions af 6P með Alpha. Með Cherry Bomb. Droppar þessu kombo. Overhead. Kom... Þeir mistu sjálf hann í Hann lætur sér í hornum. Það er ekki endilega hvað þú vilt vera að gera. Þetta er aðeins Scramble. SS sem sponsora... Nei, bara... Nei. Góði. Halló. Og norrlenska kjarnar. Shout out. Ómar með þetta advantage. Tekur fyrsta leikinn. Takk fyrir Ómar. Counter hit og close slash. Þetta er reyna að byrja rándið þannig, það er eiginlega ekki betri leikur fyrir en counter close slash. Ég sá hann reyndi að gera það inn í lóið og gera close slash. Hann ekki fengið 2K eftir það. Já, það er komboðurinnar, mér finnst þau áhugaverð. Maður er svona, ég var smá tímar að fatta hvað ég var að gera þegar ég var að messa með hana. Ég passaði þegar hann kom út, var ég að spila hana, það var mjög skemmtilegt. Já. Oh my god, þetta var optimal Við erum með setups hérna. Insanely optimal combo. Nær ekki revert á því.
heldur mögulega að vera nóg til að dreipa hana. En nú er þetta nóg, ef hann, nei! Nær backdashinu held ég, sýndist mér. Tækifæri til að fara inn í 2-0 og koma sér í top 3. Í á sigurinn hér er guaranteed peningar. Guaranteed 1000 kall. Shadow Ragnar. Sjálf okkar kongur. 60, Gott 60 til að stoppa hana við. Þetta super fer svo langt. Fer með mann svo langt. Þetta fer, maður fer svo langt með, það er svo langt sem maður getur nota þetta sem reversal. Þú veist, maður getur farið í gennum hluti sem eru bara eiginlega half-screen í burtu. Ég er líka búinn að sjá þetta sem maður ekki býja og ýtir henni út sem superhand og virka. Og það mun catcha hann. Það er filthy, það sem fólk býtir. Og þróið er nóðana 2-0. Ómar alveg comfortable með 2 á hérna. En aldrei skæti alveg komið fram. Það er, Norðurlandið er fyrir aftan Alex. En nær heimamaðurinn að snúa þessu við hérna. Eða er afkomumaðurinn að fara að taka þetta 3-0. Bara sjá til. Ég var að horfa á það fyrir einhverja að skjánum þess valda. Ég veit það. Ég var að byrja að sjá hvað eitthvað í kjattinu og síðan bara fór ég ekki yfir. Við erum með 3 skjáina. Við erum með 3 skjáina og við erum með skjáar, þannig að þetta er smá. Það getur verið frá svona, þú veist. Ég veit líka hver er með 3 skjáði, Ómar. Ómar? Það eru 2 skjáar fyrir þess að þeir eru að spila. Og þetta er ekki safe, þú vilt ekki nota þetta í blockstring. Nefnum þetta bara að nota mítir. Hann var með mítir samt til að cancela þetta. Nei, ég held ekki. Það komið eftir. Ég held svo ekki með mítir og geima. Sem er alltaf svona. Stundum mis. Gott 6B. Gott 6B. Er komin. Þarna. Þetta eru mistök. Ómar er ekki að fara að vera að messa hana random, heldur. Hann achievement shadow. Þessi. Ómar er messa kláð. TTB. The booty. Já, ég held The booty. Og þarna er það 3-0. 3-0 hjá Ómari. Og núna eru það við. Það er við. Við þurfum að yfirgefa commentary. Vá. Ég veit ekki af hverju þetta hljóð kemur, þetta kemur kannski eitthvað sem einhver unbloggar eitthvað í tölvunni, ég beðist afsökunar. Og núna er mjög awkward silence. Hey guys, ég valdi ég er svona gamer, stundum. Hvað er það aftur? Magic Super. Juicerinn kominn á Coms. Yes sir. Hvað er Coms með mér, Ómar? Hvað er Coms, Ómar? Hæ, Ómar. Hæ, Juice Kid. Já, Er ég að rekast það? Úr Juice Kid? Já. content. Sorry, ég er að maginn. Nú er ég svo... Oh my god. Super. Þetta matchup er svo ass að það þarf að taka þetta IRL. Hvað er? Herðu. Thomas, þetta að taka þessu eða? Oh my god, þetta er að vera absolutt í makkaður. Nei. Ég hef aldrei séð eins mikið mag... Herru, ég er með... Holy shit. Gangi. Gaur, hann... Ekta bóndi hérna. Eru það að sjá þetta? Þessir kálvar eru svakalegir. Nýr komin úr söp. Það er að taka mynd af þessu fyrir Takk myndir af kálvarnum. Er þetta mest unserious mode of all time? Nei, þetta er mjög serious. Já, instant replay. Fáum instant Fáum eitt replay af gott instant þessu. replay. Sjáu þetta. Oh my Þetta var god. svakalegt. Slappa. Þessi maður er nýkomin úr söpbu. Hann veit hvað hann er að gera. Hann veit hvað hann er að gera. Þessi maður getur dreigð úr kind, sko. Það er true. Bara fara maður. Hann getur það reyndar örugglega ekki, hann er með svo stóra hendur. Það ekki. Maður þarf að vera með frekar litlar hendur til að draga úr kind, það ekki? Hætti, halló. Já. Þetta er elfelt sæt maður. Var ég búinn að minnast á það? Ég er meira ebba-gæi, sko. Not gonna lie. Ok. Hvað með kallmennina? Hvað með kallmennina? Hvað er þú á kallmennunum? Ég er ekki alveg viss.
Ég hef ekki búin að pæla í því. Sko, ég hugsa þannig líka. En svo pikkar einhver Soul Bad og ég sé bara Ringu öðvara bara koma út. Er þú svona so bad guy gæi? Þú varst að úbera jakkaföt. Ég var að úbera jakkaföt. Jakkafötu mín eru mætt. Djöfnsis lúksus það. Let's go. Jakkin. Heyrðu, we gotta see hérna. Úberinn minn er kominn með jakkafötin hérna. Svakalegur jakki hérna og buxur. Þetta er bara eitthvað gæi sem fyrst til að belta það. Já, ég þarf að lukka vel fyrir kommentin. Hver þetta er? Ég var að mæta með sút, sko. Hann er svolítið seitt, sko. Hann er að mæta síðasta leikni, sko. Vita þess, nefnir að halda í það. Vita þess, ég er með. Krakkar með hjólabretti, þú veist, menn að flexa kólunum sínum og menn bara kanni í jakkaföld. Úber jakkaföld og... Ég kom með. Hörru, þeir eru að fara að byrja. Þeir eru að fara að byrja. Hætti að pæla í jakkafötunum mínum. Þeir eru að byrja. Gaur. Þeir eru að hendi hérna. Ó, þeir eru að fara að spila cutscenið. Í joggingbuxum. Ég ætla ekki að fara úr buxunum á kommentari, sko. Ekki strax, sko. Ég er ekki með bók. Ekki strax. Ekki strax. Kannski grant. Kannski eftir. Kannski grant. Fá kátið smá hæpt. Hún er miklu. Kom. Sko, ég sé það, en ég sé það samt ekki. Kannski sér þú það ekki, en ég sé það. Ég vildi að ég væri lykillinn. Það er alltaf baktirinn á það, ég skil. Fyrir bara. My day one, sko. Ok, já, við erum. Ok, Fyrir þennan leik. Ég heyra að Kati sé að halda með Magic. Það má ekki halda með neinu. Ó, ég held með Super MS, sko. Þeir eru allir jafngóðir í sin eigin hjarta. Ok. Svarta kombo að droppa því miður. Já. Heiðu! Hann heitir Reversal Supernu. Kemur sér út af þessu. Komin í Jealousy Rage. Dansaði. Inn í mix. Hann er yellow. Heiðu, hann bakk þessar. Ég er hérna á þetta einu. Var hann forsaður í... Hann er fórstæður í Chief String, sko. Og hann fær free punish fyrir þessu. 10 frames að endlæk á deactivation. Ég er svo ánægður með það change bara. Það er örgulega bara, ég hef aldrei verið jafn, bara... Mér líður svo illa fyrir Ebba, bro. Já, sammála skilju. Þeir þurftu bara... Ja, kannski ekki Hún er svo cool, bro. En bara að lesa þann part af halsnótunum, ég hef aldrei bara fundið jafn eitthvað ánægju í lífinu, sko. Fær næstu í kickerbana en... Hún er bara... Hann finnur burstið. Það er angel sem normal sem svo klikkar. Já. En svo er Chip náttúrulega bara með Immersed Insane pressure að vera líka. Þetta er bara svo tveir mjög sterkir karakterar. Why you trying not to laugh, bro? That's disrespectful as shit. Kom með það. Og komin í Jealousy en hann verðist bara að býða út Jealousy. Þetta wallbreak? Nei. Jealousy búið. Hann er að fara úr í áðan. Finnum mixið og keygrab líka. Nú wallbreak. Chip er með 100% líkar, hvernig minn á notan. Super. Hann rítar það. Og hann... Chip fær náttúrulega RC út af því, en það er ekki reversal. Já. Það er sí. Ó nei. Og hann bara droppar törninu sinni út af þessu. Þetta er svo bad. Heyrðu, hann er lifandi það. Hann er ennþá á lífi. Þetta er lífjafn núna, sko. Báðið með burst. Ég held að við munum ekki nota fyrir næsta Nei, maður veit spála það, sko. En Chip tekur fyrsta leik. Wow, hann tapaði þessu rándi út af... Þetta var óheppilegt. Þetta var svo óheppilegt. Thomas. Þú nota strax. Svo erfitt fyrir Abba að finna þessi ókvæm. Þetta er Kingdom Link. Sættu, strákur. Hann er það. Sorta. Ég er meira svona fyrir Twinks. Það er ekki mikið að Twinks í Guilty. Þannig að, já, Chip var það góður kontrikombói. Chip er að kuka maður. Já, þetta er áfram pressurinu, wallbreakið. Nei, er að bakka frá Reversal Superinu. Þetta er wallbreak. Þetta er... Þessi jakkaföður eru líka fram. Er það? Já, skoðum það. Það er að henda kraftin á þessu. Já, hann er núber. Aldrei tekið volt á jakkaföta, en kannski er það málið.
Herri. Oh my god! Það virkar! He's so talented. Þvílíkt og annað eins. Káttið öskraði hans í cringe. Shuriken. Nei, maður. Mun Super MS hitta 2 DDT dash attacks. Arc System take notes. Shuriken betra en Abba sem karakter. Þetta er chipsanur, sko. Þetta svakalegt. Ég skil hvernig maður komið út. Það sé ekki hvernig. Tómas veit nákvæmlega hvað er safe og unsafe og það svo erfitt fyrir Abba. Einmitt. Ef hann hefur ekki neitt knowledge check. En það kotti í þetta sinu. Það stóð að chip aðdáðandur í salnum. Jep. Heyrðu, hann náður með crossupinu. Og það game 2 á Tómas. 2-0. Þú að vera... Þú getum við fengið að sjá þetta aftur. Shurikenið. Þetta er svakalegt, maður. Þetta er svakalegt. Kastar út 4 Shurikens. Hann rétt svo missi mítið fyrir FD-ið. Þetta var ótrúlega. Og hann er að fara Johnny? Hann var hugsa Johnny. Nei. Ég man að hann tók út Johnny á síðasta Norðurland. Það gæti verið alveg. Fer á Abba. Hann skipt lit. Á græna? Hann skipt lit. Liturinn er alltaf mjög mikið. Núna er hann með svona, hann með birthday aura. Einmitt. Happy birthday, Daniel! You really think I'm let to stay fast quietly? og Supermess ætlar ekki að leyfa þessi að fara 3-0 quietly. Ekki það. Sjá hvernig græni liturinn fyrir Supermess. Það er alltaf hún á undan. Hann farið að díla við konarfæssu á til. Það hoppa þetta er fyrstu góðinni. Ægir. Þetta er hann. Nei, droppa konu. Það er ekki wallbreak. Og finnur P. Ok. Hann Ég held að hann alltaf að reyna. Ég held að hann að missa þetta eitthvað. Þetta er range. Já, bara nota abuse rangeið. Okay. Og finnur hittið þarna. Já, þetta er... Tekur fyrsta roundið. Komin á match point. Nú var Super MS að fara að gera eitthvað. Þetta verður. Næra túaxa. Næja boinga. Finnur annan hitt. Counterið 2 mitur. Fyrir Janus Rage, dansaði. Heldur á hann pressunni. Hann kemur sér út. Burstar. Þú verður ekkert burst. Ó nei. Hann nær keygrabinu. Keygrabu. Hann fær bráðum að redna úr Hann fær ekki langt Janus Rage hér. Heppinn að fá hittið þarna, það verður ekki punish fyrir þetta. Tefylda blóverðir. Fær grabið líka. Það er öðru grabið og þetta er roundið. Ok. Hann er ennþá inni. Svo Magic reyndar með þetta með burst. Hann er ennþá með burst, já. Þú ert bæðið með nöfnin vittlust. Magic er að... Ég var að taka eftir í sjálfur. Já, ég pæti bara í því núna. Hann finnur wallbreakið þarna. Nei, hann reyndi að þróa hann. Burst, full health, full burst með meter. Þetta er mjög slæmt fyrir Super MS. Finnur hann wallstickið. Nei, Og hann droppar í! Hann fær þróið! Ok. Nei, hann Og hann droppar í! Hann fyrir Chelsea. Hann sagði. Hann er að þau Chelsea. Ok. Það er góður counter Oh my god! Fáum við wallstick! Hann fær wallstick! Hann verður að fara Chelsea. Finn keygrab. Hann verður bara að halda Hann er ennþá inni í þessum leik. Hann er svakalegur í að halda sér Chelsea off and on. Og hann finnur hann super! Nei! Nei! Oh my god! Mannskapið. Hvað þetta var svakalegt reaksjón á Tómasi að fara frá Superinn í tíma. Rosalega hæfleikur. Já. Jæja, þú held ég þar. Ég fer
Í jakkafötunum, Í jakkafötunum nýju. powered up. Powered up. Ég er í joggingbuxum og jakka. Verður eiginlega, þú getur alveg hlaupið inn á klostið og setti á þig Nei, ég ætla ekki að, já, ég get mætt þér. Ég kom líka með buxum og eitthvað, en ég get ekki fara út. Þú veist ekki það. Farðu bara inn á baðið. Ég er farin að baði. Hann er farin inn á baðið, hann er til að súta upp. Farið í jakkafötunum. Nei, bara í jakkafötunum. Að breyta þarna desktopinu í þarna Five Nights at Freddy's. Þór, þetta er ABBA. Það er allt erfitt fyrir ABBA, einmitt núna. Hann er góður að hlaupa kringum allt sem ég gerir. Breki, mér vantar annan hype man. Ég er svona hype man sem veit smá leikinn, en ég þarf annan hype man. Það verður svo hype. Þið eru ekki tilbúin fyrir hversu hype þetta er. Við erum bara að öskra. Þetta verður... Sáuði Tómas, hann kampaði allan tíman. Það var svo cool, hvernig hann gerði 4 shurikens. Ég elskaði það, þetta var cinema. Ég elskaði það. Og valdi Dirty Dirty með þessu replay maður, holy. Já. Það var svo ógeðslega. En þetta er alveg æsispennandi mót. Ég er ógeðslega spenntur að horfa á þetta. Þetta verður Supermess á móti Ómar. Já. Ómar að fara að súta Það upp. var rosa tætt sett á hann. Já. Það var bara anyone's game. Mhm. En ég hlakka til að sjá þetta aftur. Já, Ebba fekk Series of Nerves nýla og... Já, nei, ég man eftir því að seinast þegar ég var útskýrt. Seinast þegar var útskýrt fyrir mér Ebba Jealousy form, Já. þá var sagt, já, Ebba er bara versti karakterinn og síðan þegar hún er í Jealousy form, er hún besti karakterinn. Þannig var þetta útskýrt fyrir mér, en núna hún er versti karakterinn og hún er ennþá léleg í Jealousy núna. Já, hún er svona... hún er actually frekar góð í Jealousy. Málið er bara hversu volatile er að detta út úr Jealousy. Já. Núna þegar hún getur activatað og deactivatað Jealousy og ef að meterinn hennar rennur út þá er hún först í 10 frames af endlag og ef að hún nærð ABBA í blockstring þegar hún er í Jealousy þá ertu bara guaranteed free hit eftir smá af því að meterinn heldur að renna út. Interesting. Svo eins og þú sást alveg slatta í þessu setti. Já, þannig þegar hún dettur úr Jealousy, þá Þá er er svona punishable. pínu eins og Keirur að taka kórununa sinna upp. Já, nema bara svona miklu verra. Ó, vá. Nei, og Keirur að taka kórununa er hann slæmt þannig. Ég með my smash analogy sinna. Ég er að skilda einhvern veginn. Nei! Málið er að Superman er bara frekar swagged out. Já. Svo hann er bara ennþá að keepa upp. Ég hlakka til að sjá þetta. Superman stótt að þetta leit alveg illa út fyrir MS þannig að móti Magic. Ég veit að hann hefur það í sér að vinna þetta. Já, hann tók hann sett á... Já, hann tók hann ekki á nethögg síðasta nei, þar síðasta Guilty Gear mótið. Þú þarft að segja mér, ég man. Þá tók Superman Magic í Grand Finals Reset, minni mig. Á, fuck you. Já, ok. Svo hann hefur þetta allt í sér, sko. Það er ekki hægt eitthvað að counta út af MS. Nei. Eða Ómar, hins vegar. Nei, alls ekki. Ómar Magic Grand Finals gæti verið svolítið hæp. Ég veit ekki hversu mikið ég held ekki rændalega mikið saman. Það eiga heima bara hlið við hlið. Já, örugglega. Það hlýtur að vera. Það er alltaf að koma desktop jumpscare hérna. Það er að linka flassalla. Ég er alltaf að pæla af hverju það er að gerast. Ég er að segja að hann valdi hann þarf að breyta desktopinu og svona every time þegar þetta gerist. Já, ok. Ég fattar. Alright. Herru, við erum bara að bíða eftir þeim. Þeir eru að lappa upp á svið núna. Nei, þeir eru í jakkafötum. Hann er í jakkafötum, hann er svo swagged out, you cannot. Gullfallegir menn. Superman svo lokka keðjunni og if you can't fuck with my swag, if you can't deal with how sassy I am, þá er eitthvað. Ómar að moka alla hérna. Tómas að hate watcha. Oh my god. Superman að reyna að countermoka.
Þetta er bara too hot to handle á Norðurland 2026. Við myndum hafa fashion show á morgun eftir top 8. Já. Ég mætti ekki með sundum. Það er alveg bummer hjá mér. Það er alveg... Það er alveg big miss. Ég mætti með næst. Af hverju ekki skjálf? Nice. Já, þeir eru bara að fara að byrja bræðan. Þeir eru bara að henda sig í þetta og hann er að fara að bleika Abba. Ok. Hvort er þú meira svona Abba-gæi? Krátið byrjaði að syngja. Jippi, já. Jippi, já. Jippi, já. Hérna er stemmingin, Norðurland 2026. Er ekki allir spenntir? Super MS á móti Ómar, Losers Final! Koma svo! Og færi turning hitti á projectile-inu. Góð pressa hjá honum Ómar hérna. Að finna counter hitin og nota burstið. Nota burstið snemma. Það þarf hann að reynir að gera hafnaboltakilfu swingið hana. Luigi dash attack! Luigi! Koma svo! Nei, við tölum ekki það. Ok. Og finnur wallbreak hérna, finnur keygrab. Með keygrab, hann fær resetið, annað keygrab. Hann komið með full jealousy gauge. Super MS hérna bara hey fellas, have you heard about the Door to Darkness? Bara Kingdom Hearts up in this bitch hérna. For real, bro. Come on. Þetta cross-up, let's go! Grab. Come on, MS, hann svo góð. Byrjar þetta rosalega sterkt. Það gullfallegt performance hjá honum, MS. Ómar þarf að svara hérna núna. Geggjað enda en ekkert af því. Finnur ekki punishið. Damn. Þetta var svona gott enda en svona sökkur það fekk ekkert af því. Já, þetta er rosalega góður kombo-startin líka fyrir Abba, svo... Já. Ok, nota burstið. Nice gildra hjá Ómar þarna. Og finnur grabið. Ok. Þetta er ekki staðurinn sem þú vilt vera á ef þú ert Ómar. Akkurat þarna, þetta er svona prime target til að fá grabbið og activate jealousy. Og hann er með full jealousy gauge. Þetta er svo scary fyrir Ómar. En hann virðist vera að setja inn í hornið þarna. En Ómar að svara frekar vel. Það fær bara wallbreak inn í super. Já, geggjað þetta advantage hjá Ómar right now. Og þetta er bara hnífjafnt. Já, en eins og þú sagðir, jealousy gauge er ennþá active. Þannig þetta er Ómar með geggjað að pressu. En hann næra burstan. Og nota super, flott. Ok, núna þarf Ómar að díla við. Finna pressuna, finnir grabið. Missa jealousy, akkurat. Ómar, hann tekur rándið. Alright. Game point. Hver er að fara að taka fyrsta rándið? Ómar eða Super MS? Alright, koma svo. Nice low block hjá honum Ómar. Var það 2 pyrks? Finnur aðeins opening, ekki samt mikið. Krossa með bombinni, svo smart hjá Ómar. Aggressive en... Nota Purple Roman Camp til að finna þetta. Fæ grabið. MS ekki búinn að ná að activate jealousy. Hann sagði halda á þessu. Shit! Ómar sagði halda á þessu. Finnur cross-upið. Og þarna finnur hann burstið. Og núna activator hann bara straight up. Notar það. Finnur annað. Ómar tilbúinn að blokka þetta. Já. Finnur grabið, hann búinn að vera svo góður að finna þess grabs. Corner pressan hjá honum MS er búinn að vera mjög góð. Og hann finnur super! Er það nóg? Nei, ekki strax. En þetta mun vera pixel basically. Nánast. Hann hefur verið nánast ekki jealousy gauge. Aggressive! Hann fellur ekki fyrir í þetta skipti. Hann reynir aftur. Ótrúlega mikil pressa hjá honum. Bánsa tilbaka með projectile. Holy shit, þetta er svo tæft. Hann rennur út á tension. Ómar nær að klutcha. Hann rennur út á tension og Ómar nær hittinu. Þetta var rosalega klutch hjá honum Ómar. Já, það er svo gaman að vera hype með hann í einhverjum leik sem ég veit ekki neitt en þessi basic fundamentals breytast ekki en þeir eru bara running in straight back. Og Ómar byrjar með svona corner pressure. Þetta er samt alveg... Nota burstið hana. Þetta er samt Ómar gerði þarna, þetta er nice comeback þarna að ná að evena þarna set countið, þarna round countið á hann. Og hann Roman cancela. Oh my god, þetta var svo sick. Hann kom inn í jealousy gauge.
Jellicy Gage með corner pressure er eitt erfiðasta shit að díla við því ímynda Og hann finnur superið líka. létt út. Hann er með svo mikið Jealousy Gauge og Ómar er með svo mikið lítið líf eftir. Þarf hann að Hann gera finnur grabið. grabið og það bara klára það. Alright, that's enough. Tekur rándið. Sjáum Super- hvort MS nær að klotsa þetta núna. Super MS, hann er ekki að klart. En nær að taka þetta, afsakið. Þannig notar hann burst. Það er saman mixað aftur. Ómar er búinn að vera að leifa hann að finna sér grab svo frekar oft. Ekki að ná neinum grab breaks. En það er Super MS búinn að vera mixað en vel. Já, ég verð að segja. Sammála því. Bouncy skotið. Og finnur stórt hit fyrir hann, hann hefur ekki burst. Hann næri ekki aktivið þetta Jellicy samt úr þessu kombói. En hann finnur það hann þetta finnur hérna. Gæti. Heldur honum í horninu. Új, geggjað enda ég er hjá Ómar. Þetta er Stórt 6P. Þetta er actually svo Þetta er huge. svo huge. Þetta er scary. Hann reyndir að Roman cancela en hann fær það ekki. Heitir hann með að Silk Song. Getur hann tekið þetta? Og hann finnur Og hann grab. finnur grabið. Alright. Pínu scary. Enda ég er opening hjá hann Ómar en MS nær að closea þetta. Dálítið mikið hraðara round heldur en síðast. Eða leikur. Það leit allavega út í fyrsta leiknum að MS var svolítið með það en Ómar klötsaði bara þarna. En við erum að sjá hvort að Ómar nær að breyta því. Allt á þessu. Þetta er fyrir þig, kallinn, gamli. Ég mun playlista. Blæta með playlist. Ómar playlistaði alla leið frá Reykjavík. Það er beist. Koma svo. Új! Ok. Ég fíla aerial approachi hjá honum MS þarna. Já. Jabba er einmitt með þetta aerial dust. Og Finnur ekki. Hann finnur wallbreakið. Og hann er með full burst líka. Valentine lítur út fyrir eins og karakterinn frekar góða pressu. Hún er rush down. En hún er samt með byssu, ég held hún var svona fyrst. Allir halda hún sér sonar fyrst. Líka Elfelt mains. Koma svo. Og hann finnur roundið þarna. Finnur á gapinni og opening í pressinu hjá honum MS þarna. Þeir eru næstu í báðir komnir með burst. Nú erum við báðir með það. Og næs bomba. Þetta er svo tricky mix-up hjá honum Ómar með bombuna þarna. Elfelt er svo hröð þegar hann hefur Jealousy. Og þarna finnur hann huge hit. Hann er ekki með tension til að halda því áfram. Var þetta burst street hjá honum MS? Þetta var burst street. Það geggja maður. Ég er að læra. Ég er að læra leikinn. Allavega komendinu. Og þarna finnur hann Roman cancelið. Beint inn Beint í inn í Jealousy. Og wallbreak. Hann er næstu í með full Jealousy. Gott. Þannig að damage reset á wallbreakinu líka. Og hann finnur opening og þetta ætti að vera það. Alright. Tekur roundið. Nei, já. MS íminnar upp. Production aðeins að getting over. Hann finnur 2K Jealous, key grab. Új! Oh my god! Oh my god! Jumpscare! Ég foreshadowa þetta! Vonandi er allir að fylgjast vel með heima. Koma svo. Það sést ekki á streaminu. Ég pæli hvað streamið sér þetta, það verður gegn að fyndið. En... Og hann tekur þetta. Tekur þetta 2-1 fyrir Super MS. Afsakið þetta, það er hann að pínu jumpscare hérna okkar megin. Það er að vera að trolla okkur, eða production er að trolla okkur með fucking Foxy. Hey, ekki aftur! Foxy jumpscare. Og hann finnur key grab hérna. Alright, hver er Ank í þessu? Hver er eldri? Já, ég veit, Ómar, hann er 25. En allir kalla samt Valda Ank. Hvað er maður með það? Nei, Valdimar er það. Hann er bara, mun alltaf vera. I will never escape. Hann er aldrei escapað Ank allegation. Þannig að finnur hana. Valdimar 21 by the way. Ok. Tjóðlega er þetta gott fucking advantage til hjá hann Ómar right now. Já. Og þannig finnur Roman cancel og wallbreakið líka.
En Reynir. reynir aðeins að... Ok, finnur eitthvað. Sjáum hvort hann næra að opna Jealousy hérna. Er ekki með tension, svo það er svolítið... Hann aktivitar bara straight up. Hefur nógu mikið að því. Já. En hann er settur í þetta blockstring, hann er not a burst. Hann er desperately að reyna að nota Jealousy hjá sér. Hann getur actually klárað þetta og hann nær því! Og hann tekur leikinn! MS tekur það, hann er að reyna að klára þetta, koma sér aftur í runback á móti Magic. Alright. Match point. Og dashið við low profile það. Er Ómar að fara út mótinu right now eða er hann að reyna að hitta Magic? Hann kominn með hann í smá corner pressure hérna. Já, byrja við allavega hana. Finnur annað grab. Já, hann er að svara tilbaka að MS var að grabba svo mikið og núna er Ómar að grabba líka. Alright. Svo. Og það finnur hann... Finnur opening þarna. Og hann cross-upar. Þetta MS. er huge. Kom með tension. MS er að reyna Fær að súb. klára þetta bara og koma Og sér fær inn í Grand Final. annað key grab. Aftur! Heldur Jealousy og wallbreakið. Big damage. Sjáum, Ómar, Hann er með burst. er það svo nóg? Og hann actually notar það! En hann... Hann rýtir þetta! Vel gert hjá MS, gullfallegt Svo hægt spil hjá sett. báðum spilurum. En getur bara verið einn sigurvegari. Og Af það losers. er MS, af losers. Og þá erum við að fá Magic, the camper. Nei. The camper himself. Hann er það, ég veit ekki, ég held að hann leit ekki út eins og Tómas var að campa neitt í þessu setti. Nei, hann bara gerði þetta einu sinni af því að hann var bara one shot, sko. En vel spilað til Ómar og vel spilað til Super MS að koma sér aftur á móti Tómas. Alright. Sjáum hvort að... Ég elska Guilty Gear, þetta er svo cool. Þetta er alltaf skemmtilegasti leikurinn að horfa á fyrir Smash-spiluna, verður ég að segja. Já, ég It's meina... just pretty to look at, man. Já. Tónlistin í hype, animation eru hype. Já, það er bara hype. Bara... Hvað meinar það? Nei, ég er að meina bara, það er bara svo mikið næs við leikinn. Já, Animationinn, bara character-designin. Já, 100%. Þú veist, það er alveg mikið að elska við Guilty Gear, sko. Við erum að koma okkur í Grand Finals. Magic á móti Super MS. Er Super MS að fara að verja Norðurland frá invaderinnum, hann Tómas, eða Magic? Eða er þannig að Magic að fara að taka þetta? Já, whatever. Þið heyrðuð í mér. Gauð, ég er bara... Damn, þetta er svo geggjað. Ég býst alveg við það að þú er pínu bæst, þú vilt að Super MS vinni. Er það ekki? Það er ekki eins og ég spili ABBA og, þú veist, Super MS er frá norðan og hann sé líka kynntafóldi og... Ég verða, I got my boy Magic, sko. Já, Einhver verður að halda mig. Það er alveg. já. Alla leið. En ég veit svona sjá close leik. Ég vill alveg sjá Irritation, sjá MS. Ég vill ekki að þetta leit alveg frekar alveg one-sided út fyrst þegar við spilið þarna á það. Já. En ég er virkilega að vona að við getum séð aðeins svona meira close leik. En eina að gera er bara svona. Gaur, veistu hvað er eitt af uppáhaldspartunum mínum? Hvað? Þegar þeir fara í Grand Finals og þeir leyfa animationin að spilast. Það er tradition. Það verður að gera það. Come on. Veistu línunar, word for word, það? Ég man bara heaven or hell, sko. Heaven or hell. Mankind knew that they could not change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beast. Oh, damn. Er ekki allir í stuði? Koma svo. Við erum með Super MS og Magic Grand Finals. Koma svo. Magic byrjar alltaf sterk með að setja Super MS í hornið. Þessi chip lítur út fyrir að vera mjög rosalega góða pressu og gott frame data. Já, hann er það. Það bara... Þessi karakter er góður í öllu, sko. Já, allavega fólk var að tala um það að þarna Apple finnur á counterhitið. svolítið erfitt með að catcha þarna chip. Þú veist, að ná keygrab, að ná form change-inu og allt þetta. En... Ó, þetta var fljótt ránd hjá... Quick hjá work hjá Magic. Magic hana. Magic er bara... Ég held að hann reyndi að poppa Jealousy en Magic náðum. Fær command grabið.
lítur rosalega one-sided út right now. MS þarf að finna einhver svar og hann þarf að finna það bráðum. Þetta gullfalleg pressa hjá Magic hérna. Bara text. Ok, kemur hann við Finnur smá hornið. reversal hérna. That's where you want him. Og Finally caught his ass. En þetta er mjög punishable move. Og Magic veit það. Magic veit svo mikið. hann er, hvað, þriðji best á landinu, talin vera. Já. Þetta er alveg, hann er favored til að vinna. Hann Magic, er það ekki? Jú. En sem er stórt. Þetta var svo stórt fyrir Superman. MS on the back foot hérna. En hann er samt að með gott defense, er að halda sér í þessu. Og damage er frekar jafn líka og hann er komin með það. Jealousy. Og þetta tekur það! Vel gert MS tekur roundið. Alright. Það geti verið huge fyrir MS að taka þetta right now. En Magic er eitthvað að reyna að segja, hefur eitthvað að segja með það. Komum með hann í corner pressurinn þetta er wall break. Magic er að reyna að klára þetta snemma, reyna að fara að sofa svo hann getur vaknað fyrir topp 8 á morgun. So we're busy man. Já, on jokes. Alright. MS er samt ekki að reyna, not trying to go out like that. En hann er heittinn á Supernu. Þetta er alveg big damage og hann er ekki búinn að finna neitt opening. Hann þarf að finna það núna eða aldrei. Eða í næsta round kannski. Alright, fyrsta round fyrir til Magic. Þetta lítur alveg definitely vel út fyrir Magic. Já. MS samt sýndi smá svona signs of hope þarna á einum tímapunkti þarna. Og hann segir run it back. Já. Og finnur 6P hérna. Já, I got this. Ég þarf ekkert að breyta. Ég fíla þetta mentality. Alright. Ói. Hann er að fara að renna út. Og þarna hann finnur hann punishið. Af því hann rennur út úr Jealousy í blockstun. Hann pikkaði upp K. Rool Crown. Hann pikkaði upp K. Rool Crown. Oh my god. Vá, pressan hjá Magic, þetta lítur svo... Ekki hættu þessu Valdi. Þetta er ekki eitthvað sem Valdi er að reyna, sko. Nei. Alright. Vá. Og finnur Roman cancelið. Lítur út eins og... Wall stick. Já. Magic tekur fyrsta roundið. Tekur fyrsta roundið af þessum leik. MS þarf að passa sig að láta þetta ekki shaka sig right now. Þetta er... Reynir fyrir heavy slag sem það virkar ekki. Já. Ég sé það bara á hvernig, þú veist, þannig að Super MS er að spila miklu hægari karakter heldur en Magic. Magic er bara zooming all around einhvern veginn. En þegar hann er í Jealousy, Já. þá finnur hann svo mikið. Já. Finnur Superið hérna, með mikið að vinna með. Núna er það Finnur grabbið. Actually finnur það. Vel gert MS. Vá. Hann er búinn að yfirvinna það aftur. Þetta var rosalega góður leikur fyrir Super MS, rosalega gott momentum shift. Það er ekki bara Finnur farslæs, komin í Jealousy. Komin með corner pressurið. Notar Og burst. hefur burst hana. Verður að passa sig. Og hann... Free punish fyrir Magic. Free punish fyrir Magic hana. Þetta er svolítið erfitt að reyna að passa sig á tímasetningu með þetta. Og finnur líka Superið. Alright. Þetta er wall break. Super MS er búinn að vera að ná að taka nokkur round. En það er ekki nóg. Maður verður að ná að taka leikinn. Hann er samt ekki dottinn út af þessum leik. Alls ekki. Engan veginn, Kristján. Koma svo. Magic með burst. Hann er ekki með nógu mikið Jealousy gauge til að activata. Núna þarf bara Og hann tekur game 2 á. Þetta lítur svo... MS er að spila mjög vel verið að segja, en það lítur bara mjög rough út. Veistu eitthvað um matchupið? Er þetta matchup eitthvað lélegt? Erum við að sjá skiptingu? Super MS verið því að vera svolítið óviss með þetta. Ok. Ég veit Þegar maður er svona, vill maður skipta eða vill maður halda sig við þetta? Veistu eitthvað hversu djúpa vasa hann MS er með? Stay or should I go? Hann er með Abba og hann er með Johnny. Johnny? Hann er með Johnny secondary. Hann tók hann líka út á síðasta Norrland og náði að taka þetta í game 5. Ok. Fíla. Þetta var svona... Það var alveg leit alveg út einhver dúbal en þetta leit rosa erfitt. En sjáum hvernig hann gerir með Johnny hérna. Já. Vonandi er þetta svarið sem hann er að leita af. Ég ætla að ignora þetta núna. Þannig ég get komið þetta betur. Ok, nota burst þarna. Já, ég efast ekki að MS er alveg með djúpa vassa og á einhverja góða solid secondaries. Þetta er
eini sekundarinn sem ég veit af, sko. Já. Gott að heyra. En lítur alveg vel út fyrir Magic. Byrjar þetta með wallbreak og hann er komið með burst líka. Mörkunum að ná perfect hérna í fyrsta randinu. Sjáum hvort hann nær því. Og hann er bara London special hérna. Og finnur perfectið. Magic hittir hann með það London special. Set point komið hingað. Come on. MS. En MS byrjar þetta með góðri pressu. Finnst það sem finnur grabið. Super MS hefur náð resetuna áður. Sjáum hvort hann er nógu svangur til að ná því núna. Magic er samt ekki að reyna að gefa nú sjensin. Ó, nice. Super MS standa sér mjög vel þessu rándi. Já, núna ætlar hann að svara tilbaka með sinni einn perfect. Þarna nær Ætlar hann að gera það? Ok. Basically perfect, basically. Læstu því. Ok. MS klappar tilbaka. Alright. Er Magic fara að taka þetta? Eða er MS að fara að byrja comeback í set? Ég vil sjá það, ég vil sjá comebackið. Come on MS. Það vil ég alltaf sjá það. En hann burstbeitar hann þarna og þetta ætti að vera wallstick. Wallbreak og finnir superið líka. Þetta er alveg big damage. Meir en helmingurinn af lífinu hjá MS er farin. Magic með allt lífið sér nánast. Tournament point. Oj, krossar upp! Finnur command grabið. Gott blokk. Hann er að nota meter til að blokka þarna. Vill ekki taka þetta shit damage. En núna kemst MS aðeins inn. Þetta er stórt damage. Þetta ætti að klára það. Magic tekur mótið frá winners. Vinnur Norðurland 2026. Vel spilað. Þetta var alveg góður leikur. En Magic að sína af hverju hann er rankt nr. 3. Foxy Jumpscare. Ég vonast streamið sér það. Nú erum við bara hljóum skipt. Við hljóum bara eitthvað skipt. Sér streamið þetta, Valdimar. Við erum eitthvað í einhverju bakki eða svo að drekka eitthvað ósýnilega súpu. Já, málið er að randomly þá cuttar skjávarpinn og fyrir okkur commentators yfir í desktopið hans Valdimars. Herru, er það kannski smá interview? Ég ætla að hjá Tómas eða... Tómas? Já, ég get interviewað Tómas. Gaman að koma til með þér. Gott að fá þig. Gott að fá alvöru hype með henni hérna. Þá er þetta til hamingju með að vinna Norðurland og hvað var það? 5.000 krónur? Já, hvað er það? 5.000 skipt á milli top 3? Já. Svo það er... Ég er bara mjög glaður, sko. Já, bara spilaði frábærlega og tókst þetta bara, ég myndi segja, mjög convincingly. Já, allan að seinast, eða fyrst á nethöggi þegar ég kæfti á með Super MS. Já. Þá var það Game 5. Og ég hafði... Og maður myndi ekki búast við því með hvernig þú stóðst þig í dag. Já, ég giska að það var eina sem tók mig til að þurfa að downloada því að þegar ég kom aftur þá held ég Það er pláss fyrir 3 rúmur að styrkja, sko. bara completely sweepaðan í Grand Finals resetinu. Já. Ég fór alveg 6-0 á móti. Það er bara með svo mikið af stöffi til að punisha núna. Já. Ég veit ekki hvernig á að engagea í þessu matchup. You don't. Kallar bara ass, bro. Ég er bara... Ef ég hefði haft Ivan Johnny hefði ég pullað hann út fyrir, en ég... Let's go! Já, 2-5. Ég fæ 1-5. Það er nóg fyrir... Það er nóg fyrir skoti! Hann 5.000 kall. Nei, hann fær 2-5. Hann var 2.5? Þetta var græða. Það er nóg fyrir skoti, Birki. Þetta er nóg fyrir 1/4 tank. Er ég að... Let's go. Shit, man. En hvað með kílómetrar? Eru við ekki bara sáttum með það? Til hamingju Magic með að tapa Norðurland? Nei, með að vinna Norðurland? Ég ætla að segja taka. Reverse psychology. Ok, sjáumst. Ég kem örugglega ekki á morgun, sko. Ég þarf að komast heim frekar. Kem ég á morgun og vinn Super Smash Bros líka? Já, cut the stream. Þú ætla að venda Norðurlandi eitthvað. Já, að sjálfsögðu. Ég tek Norðurland. Ekki að ég hef eitthvað að segja. Ekki við eitthvað að segja. Við sjáum til. The Greed, sko. The Greed vil að tekur 2 mót, bro.
Já, Hérna sjáum við það. Til hamingju. ég tapaði einum leik í top 8, sko. Á móti Aldís. Það var þetta haldis. Let's go, maður. Yeah. Yeah, Yes. yeah. Þetta sé graf. Já. En já, ég held við ætlum bara að kalla það gott fyrir kvöldið. Já, Og segja mun Valdimar vera að stríma Já, inn á inn á Gungnir Discordinu mun hann vera að stríma Nei, Twitchinu. á Gungnir Twitchinu mun á Gungnir Twitchinu mun hann vera að stríma Minecraft Bed Wars fyrir þig, Ræsmann. já. Takk, Ræsmann. Takk, Ræsmann. Ég elska þig. Við elskum þig, Ræsmann. Nei, bara ég. Ræsmann was a nice man. Now I'm hot and cold. Ég kynni svo mikið af Rice Man tannst þegar ég var gaman til Minnist á það sem ég skoði. Svo Smash Top 8. Já, og svo er Smash Top 8 á morgun frá 11. Hugsanlega 12. Hugsanlega 12, já. 12. Og já. Mæti, af því að ég er að fara að vinna. Hey. Og Gungnir GG á Twitch. Og gungnir.gg fyrir Epic Minecraft Bed Wars. Eða eitthvað annað, kannski. Beat Saber? Beat Saber. Gaur, ég er til í Beat Saber. Við erum að fara í Beat Saber. Við erum fyrir Beat Saber. Ok, verður. Ég ætla að sýna ykkur hvað verður á morgun með stundum. Stutt myndband. Við ætlum að hendi stutt myndband. Ok, hæ. Takk fyrir bara. Já, Takk fyrir mig, ég er Juice Kid. ég er Tómas. Ég vil ekki segja. Ok, ég er Magic og Tómas. Þú ert Magic. Ég er Kristján Brynjúmsson frá Þingeyjarsveit. Við sjáumst á morgun. Bye bye. Ok, ætlar að spila vídeo eða hvað?